Varmálum sem sýslumaður var frá innsigla. Hér bjuggu þó þær hetjur sem átti búast við einhverju af þegar ég mælti mín orð í þinginu 15. október 2008. Og hvað gerði ég líka? Ég átti að fara að setja sauðfé hér í Höft og Fjödra og Alþingi var langt komið með það. Þá var ég ungur þingmaður. Þá kallaði ég á Grindvíkinga, ég hef aldrei séð mér í hetjur. Þá komu þeir Dagbjartur og margir fleiri inn í landbúnaðarnefnd. Þeir tóku alla úr fötunum nema mig. Því það búið að ljúga því að þingjuna að það væri samstæðum það í Grindavík að hafa kindurnar í haldi. Auðvitað var það ekki. Hér er frjáls byggð til hamingju með ykkar starf, ykkar einhug og ykkar bæjarfélag. En nú vinn ég ekki á mjólkuriðnaðinum. Ég lærði til landbúnaðarráðherra, ég lærði til búfræðings og hélt ég yrði bóndi. Ég fékk það ekki. Konan mín neitaði því. Ég hef ég þjást á mölinni, fæ sveitaæði á vorin, keyrum allar sveitir frá mold, fuglalíf og frelsi. En ég var landbúnaðarráðherra þessara þjóðar og nú vinn ég fyrir mjólkina og til þess að prufa greind ykkar þá ætla ég að halda hér smá próf. Og meistarakokkar heimsins sem er samfélag 10 milljóna manna þegar komast að þeirri niðurstöðu á íslenska smjörið sé fallegast og besta smjör heimsins. Gefið íslenskum kúabændum gott klapp. En sá sem fær þetta smjör, hann var að segja mér og svara spurningu. Hver var frumkýr heimsins? Þettuð upp hönd. Hver var frumkýr heimsins? Fyrsta kýrin sem maðurinn er komin út af. Hver sagði þetta? Það var Auðumla. Þú er runnin til verðlauna. Það voru við Níels Árni Lund sem fluttum tillögu um veg á milli Grindavíkur og Þorlákshafnar til þess að þið kæmust í samband við almennilegt fólk og þið fyrir sunnan gætu hér komið og sé kraftinn og kjarkinn í ykkur. Þetta gerðum við fyrir 23-24 árum. Svona tekur langan tíma að koma góðum árum í gegnum þingið. Páll Pétursson, vinnur minn, hann fór, allir getur þetta verið vitlaust þessi veg. Páll Pétursson fór einn sunnudagsrúnt hér til að sjá þetta. Hann kom heim og sagði, þetta er ekki fallegasti veg, vegastæði sem ég sé. Og þegar faðir minn var ungur maður á þingi, hann fór frá 13 börnum til þings, skildi hérna kraftmiklu móður mína Ingveldi, sem átti 16 börn á 21 ári. Og öll í hjónarrúminu heima nema yngsta drenginn. Þá var þetta orðinn sjúkdómur. Það er gafall. Og morguninn sem ég fæddist, þá mjólkaði mamma kúna. Hún mjólkaði 4 kýr meðan pabbi mjólkaði 1. Því hann var alltaf að semja ræður og hugsaði ekki allt annar. Og fór hægt að þess og tónaði en hún kreisti spennana. Og það rökk upp úr fötunum og við grættir henni. En sem sé hún dró kál fyrir hádegi. Svo fæddist ég eftir hádegi. 9. apríl 1949 og Alli vinnur minn, skólabróðir, sem var nú grensti maður sem ég séð í lífinu og saman á Laugarvatni. Aldrei kallaður annað en Alli Köttur á þeim árum. En nú er hann stór og sver og þreglugur. En á Laugarvatni þá sóttum við mikinn manndóm. Við vorum þar í heimavísskóla. Það er einhver merkilegast öfni, það er eins og að fara í her. Við vorum hafðir í her Raga og hugsuðu ykkur stelpurnar sem voru í skólanum. Þær voru 7 nunnuklaustri. Það vakaði yfir einn dag og nótt svo þau kemist ekki í það.